Skógardagurinn mikli var haldinn á Hallormsstað nú á dögunum og þá í 14. sinn, en þeir sem standa að baki deginum eru Skógræktin, Félag skógarbænda og Félag nautgripa og sauðfjárbænda á Héraði og á Fjörðum. Fjöldi fólks var saman kominn í skóginum enda veðrið gott og margt í boði fyrir unga jafnt sem aldna. Við erum að halda skógardaginn mikla í 14. sinn. Þetta 14. ári í röð sem við erum að halda skógardaginn og það er ýmislegt að vera. Nautgripabændur grilluðu heilt naut, það fór reyndar illa í nótt. En svo eru sauðfjárbændur, þeir eru að þeir grilla lamb. Skógarbændur eru með ketilkaffi og lummur. Síðan eru pulsur í 100-ávís. Bógfimmi fyrir krakka er þau fá að skreyta boga. Það er verið að kenna tálgun, það er verið að baka ormabrauð, það er skógarhöggskeppni, Íslandsmeistaramóti í skógarhöggskeppni. Það er sem sé 14 kílómetra skógarhlaup sem tóku 18 manns þátt í, sem er ekki það auðveldasta hlaup sem hleypur hér held á Íslandi, það skils mér. Ég hef reyndar ekki hlaupið það. Og svo er auðvitað fullt að vera á sviðinu. Guðný Drífa er ein af þeim sem situr í nefnd skógardagsins og segir fyrsta fund yfirleitt haldinn fljótlega eftir skógardag þar sem farið sé yfir hvernig sá síðasti hafi gengið. Svo hittumst við reglulega svona frá nóvember áramótum, eitthvað svoleiðis. Þá hittumst við mjög reglulega. Við höfum yfirleitt tekið okkur góða pásu í maí þar sem við erum mörg að sinna sauðfjárbúskap líka. Og notumst bara mikið við tölvupósta og annað og þetta snýstum bara að koma með hugmyndir og finna fólk bæði í störf og skemmtun. En er alltaf sama nefndin sem heldur utan daginn? Við höfum nokkuð mörg sem höfum verið undanfarin ár, sem erum svona, ég veit ekki hvort við getum kallað að vera komin í áskrift að vera í nefnd. Það er svo sem með þetta eins og annað og það er oft erfitt að nýliða í svona. En jú, við erum mörg og við líka bara vinnum þetta þannig að við vitum hvað við eigum að gera og hvernig en viljum endilega fá fleiri með okkur. Tilgangur með deginum er að fá fólkið til þess að koma í skóginn og njóta vist að vera í skóginum, upplifa að smakka naut, smakka lamb. Og það er svo gaman að þessu degi að því að þetta eru 3 búgreinar, landbúnaðargreinar sem taka sig saman og halda sameiginlegan dag. Bergrún segir að í kringum 1600 til 1800 manns hafi lagt leið sína á skógardaginn þetta árið en það sé sennilega næst stærsti dagurinn frá upphafi. Veðrið er þetta búið að leika við okkur. Ég þakka alltaf fyrir að það sé ekki sól á hlaupurunum og það er erfitt að hlaupa í 20 stiga hita og sól. En hér er þurrt, hlýtt, bara yndislegt veður. Aðsóknin hefur verið mjög góð. Við höfum verið rosalega heppin með veður. Þetta er svona með því kaldara sem ég man eftir á skógardegi, en samt ekki þannig að það þurfum að kappklæða sig. Við höfum verið að fá svona frá 800 og upp undir 2000 gesti. Það vakti athygli okkar að ekki var verið að heilgrilla naut á staðnum eins og hefur verið síðustu ár. Okkur lék forvitni á að vita ástæðuna fyrir því og náðum í skotti á þeim Jóni Elvari og Tóta aðal grillurum svo ekki sé meira sagt. Hvað gerðist því? Við vorum bara að grilla. Já. Hagaði nautinn á grillinu? Já, það var 230 kíló skrokkur og hann var svolítið feitur, svolítið velfeitur og við vorum búin að grilla hann síðan 3. Já, 3 daginn. Já, 3 daginn. Grilla hann í akkur á 12 klukkutíma. 12 klukkutíma. Og þá fór fitan að bráða nógu mikið, þannig að það komst eldur í hann og á bara einhverjum mínútum var nautið orðið alelda og ekkert hægt að gera. Mikið og fallegt bál. Á tímapunkti var það veldan og svo var það óverdan. Grillið svolítið sviðið. Já, það lítur ekkert ofvel út. Það má panta nýjan límmi.
Hvað var boðið upp á í staðið þá? Hrossakjöt. Nei, það var bara pilsum með öllu. Við jökum bara við pilsumagnið og reyndum að redda því þannig. Allar búðir á Egilsstöðum strípaðar bara. Það verður ekkert að fá pilsur á Egilsstöðum fyrir á miðvikudaginn. Já, allt fór þetta grillævintýri vel að lokum og allar líkur á að enginn hafi farið mjög svangur heim. En hver ætli sé hápunktur dagsins að mati nefndarmanna? Hápunktur dagsins? Ég held að sé í rauninni engin sérstakur hápunktur. Þetta snýst að koma bara og njóta alls dagsins. Auðvitað eins og núna þess að þú lokin á skógarhöggskeppninni og það kannski það sem mjög spennandi. En allt þetta bara mjög skemmtilegt og snýst að njóta alls sem Í engin land og smálanda, engin slíku var, sem vilja þinka dotti á hvergi neins staðar. La 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 la.